Góða kvöldið, kæru áhorfendur og velkomin í Kía-deildina. Ég heiti Ásgeir Rafn og með mér í kvöldina Brimar. Já, sælir, við erum mættir aftur í annað kvöldið og já, skemmtilegu leikur framundan þar sem að við erum að fá svona lið sem að hafa frekar oft spila á móti hverju öðru held ég. Já, einmitt, þetta eru auðvitað Cool Beans team á móti Snákunum og þetta eru bæði lið sem voru topp 4 í fyrra, Cool Beans í 3. sæti og Snákanir í 1. Svo þetta er að fara að vera ágætlega áhugaverður leikur. Já, ég held að þessir leikmenn séu líka bara með frekar langa sögu. Já, þeir hafa verið að spila undir mismunandi nöfnum og liðum svo sem, en ég held að flestir allan að leikmennin sem er að spila hér í kvöld hafa spilað í mörgum deildum fyrir þó nokkrum árum síðan. Já, einmitt, Cool Beans team sem XY og Snákanir sem alls konar, en oftast Dusty eða Dusty Academy eða eitthvað Sansar, eitthvað risa langt nafn. En þeir eru búin að mikil saga í einmitt öllum þessum spilurum og þeir hafa allan tíman spilað eða saman í einmitt þessum liðum. Já, þessi spilarar sem við erum að fá að sjá hér í kvöld eru einmitt svona 2 hópar sem að hafa haldið sér saman mjög lengi og allavega ekki miklar breytingar á þessum liðshóp. Gætum talað einhverja kannski 10 manns hjá þeim báðum sem hafa komið svona inn og úr hópnum en ekkert mikið meira það. Nei, einmitt. Það væri kannski bara fínt að fara beinustu leiði að kynna liðin. Já, væri fínt að fá hér fyrsta liðið, það er Cool Beans team. Í topp A-grein er leikmaður skóginum, mér langar að segja Benz, miðju A-grein Addi og botn A-grein Octopus og Kiss the Rain. Skemmtilegt hvernig þessi leikmenn, bæði Benz og Bad Habit, elska að skrifa allt í öfugt. Já, ég veit ekki af hverju þetta er svona algengt, en við erum einmitt með þessa leikmenn að fara að vera á móti Snákunum eftir leikmaður. Alveg stór aðdáandi hans er svona með skemmtilegri völ í gegnum tíðina. Hann er búinn að vera smá svona í mettaðinu samt þetta tímabil finnst mér. En gaman að sjá eins og Jórekin kom út eða Lilja topp á tíma og það er svona skemmtilegt sem hann spilar. Já, þegar það kemur að svona sérstökum pikum þá er ég nú ekki risa aðdáandi. Nei, einmitt. En það getur verið mjög sterkt akkurat inn á milli en sem G2 aðdáandi að horfa á Broken Blade taka út svona hitt og þetta og drullu tappa. Já, einmitt. Er vont að sjá. Þannig að þegar það gerist að leikmenn eins og leikmaður taka eitthvað svona hetju sem að er kannski ekki akkurat metta eins og þú talar og tapa frekar illa á því, þá held ég að svona aðdáandi þeirra, þá finn ég fyrir allan aðdáandir hans. Já, ég hugsa að það er svolítið svona hvað hefði geta gerst ef það hefði verið eitthvað annað fyrir valinu. Hann er mjög góður einmitt samt á þessum metapík eins og er Ambessunni, Cassante, Sion auðvitað, stór hetja. En sama saga gildir Adda sem spilar einmitt mjög skringilegar hetjur. Þú varst ekki held ég í síðustu, varstu að horfa á viðreign þar sem hann tók Kæsu? Nei, ég var allan ekki í stúdíónu þá. Það var líklegast þegar ég var einhvers staðar í burtu á þessum 2 skiptum sem við mist af. En það var mjög nýlegt, það var þegar Ragnhildur var hérna með mér að lýsa leiknum. Það var CPT whisky. Já. Það var mjög cool að sjá þetta. En þetta virkaði fyrir mörgum árum þegar Faker ákvaði að spila þetta og pikka þetta upp í bæði solo queue og tók þetta einu held ég svona professionally en ég man ekki eftir að hafa séð Kæsu mitt síðan þá. Nei, þetta var skemmtilegt að horfa á. Tvöfaldafli gerði helling og gat sprengt einmitt upp einhvern í baklínunni. Það var svolítið vantað upp á liðið hans þegar þetta var í gangi að svolítið, gera eitthvað í raun. Það var eiginlega Addi bara svona einn á móti heimnum mestafallið. En það er alveg eitthvað val til að svona vera varkár yfir. Það er Kæsan. Já, síðan er það í botn A-greinin, það er eitthvað sem að heldur sér í svona þessu klassíska meta. Octopus, uppáldið hans er held ég nú bara Caitlyn eða eitthvað slíkt. Já. Þannig að það er ekki alveg að flókið þar.
Það allavega smá stuðleiki þarna í botnagrenni sem kannski restan af liðinu ekki að fylgja. Já, það einhver stuðleiki þarf satt að vera held ég. Það má ekki fara algjört flip þá þegar þú eldar of mikið í of lengi og þú brennir pottinn sko. Já, kviknar í. Já. Það ekki of gaman. Nei, en fáum næsta lið upp hjá okkur. Það eru snákarnir í topp A-grein, Seifur, skóginum, Sosa, miðjunni Legions og botn Redside Hater og Hoys sem þar með honum í þetta skipti. Ekki búin að sjá mikið á Hoys. Maðurinn sem ég gaf held ég MVP úrslitum í Já, ég meina Hoys náttúrulega bara einn af þessum bestu spilurum sem við höfum á Íslandi og ekki búin að vera að spila mjög mikið nýlega, örugglega að gera einhverja mikilvægari hluti eða eitthvað þannig. Mikilvægari hluti? Eitthvað mikilvægara heldur en að vera Íslandsmeistari í? Ég myndi ekki segja það reyndar, sko. Nei. En túlkanir og svoleiðis frá honum, en hann allavega að fara að vera í leik núna allavega einum leik í kvöld. Já, fáum að sjá hann allavega einmitt hér í fyrsta leiknum og verður skemmtilegt að sjá hvað hann mun pikka upp. Sosa nú þessi svona aðili held ég í snákonum sem mest í því að taka eitthvað sem ekki metta af þessum strákum. Legions reyndar hefur pikkað upp eitthvað svona af gömlu töktónum sínum, svona hetjur sem kannski mikið vali í dag en virka samt ennþá í miðinni. Já, einmitt. Fengum akkurat að sjá þegar hann spilaði í skóginum síðasta tímabil þá var þetta mikið af þessum hetjum sem voru í gamla daga mikið í miðinni líka. Já. En það verður skemmtilegt að sjá hvernig þetta stillir sér allt upp. En maður býst allavega við meira svona einhver að koma óvart frá CBT. Já, ég sammála því. Þið þurfum náttúrulega að vera svolítið varkari við með Sosu. Hann spilaði seinustu viðureigni held ég Morgana í frumskóginum. Það sígilt og klassíst eða þannig? Já, mér finnst Morgana-pikki var mjög sterkt þegar hún kom svona inn sem þessi fyrsti enchantin einhvern veginn sem Riot var að reyna að koma yfir í skóginn en síðan þegar bættu við fullt af öðrum svona hetjum inn í skóginn eins og brand og eitthvað slíkt þá fannst mér hún akkurat falla meira frá. En samt alltaf gaman að sjá ef þetta getur verið sterk counterpick en erfitt að spila morgundi á móti góðum spilurum. Já, mikið rétt. Náttúrulega með þetta skillshot og það eina sem hún gerir í raun. Hún þarf að hitta því. Það þetta mjög stórt. Já, það ágætlega stórt. Það þetta svífa svolítið framhjá því. En já, svo náttúrulega Seifur, það svona að fara að vera svolítið sterkur bara topp spilari, það að segja að var við daginn ástæðan af hverju þeir eru í losers bracketinu þar sem að stóð sér ekki nógu vel á svona skriðdrekum í toppakrinni. Já, Seifur líka, ég held að það sé meira þekktur fyrir því að spila eitthvað sem að gera meiri skaða og eitthvað, tölum oft eins og Djarvan sé mikið þannig að hann á móti Vind, hver fær Djarvan eða Mbessa eða eitthvað slíkt. Ég veit ekki hvað hann hefur verið að spila mest svona nýlega í solo queue og slíkt en sko, það náttúrulega að fara að vera eitthvað eins og Sahín eða einhver sælagsleikur og auðvitað Mbessa. Það að fara að vera eitthvað svona alveg skemmtilegt. Ég vil allavega ekki sjá hann á einhverjum skriðdreka eins og Shen eða eitthvað svoleiðis. Bara taka eitthvað svona klassískt, eitthvað aðeins meiri skaða sem hann getur verið alveg svolítið flottur í sidelinenu kannski. Já. Það allavega svona sem ég vil. Já, ég get alveg verið sammálaðir þar. Það mun skemmtilega að sjá Seif á einhverju svoleiðis hetju. En á sama tíma þá langar manni náttúrulega að sjá Legions taka yfir þessum hliðar agrinum annarkvort, Rise, Asir, eitthvað slíkt sem mjög gaman að horfa á Legions spila þar sem þetta svona mekanist og ekki margir spilarar sem kannski góður að hann á þeim. Einmitt. En kannski að við förum í skemmtilegt nýtt segment sem einmitt predictions eða hver að fara að vinna? Ég að spá snákonum sigur hér. Þetta náttúrulega fyrsta sætið frá síðasta tímabili og eiginlega ekkert breytt hópnum og ég einmitt með 2-0 á snákana en þú ert með eitthvað annað. Ég með eitthvað annað. Ég eins og segja í Twitch chat, ég á svona hópíum
Ég að vonast eftir að Cool Beans team að fara að sýna okkur eitthvað stórfenglegt í kvöld. Við sáum snákana einmitt tapa á móti Fenrir 2-0, það sem var svolítið vont. Og ég hugsa, ég var svo að sjá Viski vinna Fenrir og það var frekar stór sigur hjá Viski. Og veistu hver vann Viski í fyrra í 3. sætis viðureigninni? Það var Cool Beans team. Svo ég hugsa að þetta að fara að vera 2-1 fyrir einmitt Cool Beans team. Já, þetta var góð útskýring. En ég held að punkturinn haldi illa þar sem að Viski líklegast liðið sem að styrti sig mest frá því síðasta tímabil, fekk reynslumesta spilaran frá svona pro-senu inn í íslensku hitjunni og já, ég held að það hafi gjörbreytt þessu Viski-liði sem núna loksins búin að taka þetta stig og komast í svona algjör úrslit. Mér finnst einhvern veginn alltaf þessi hópur einhvern veginn taka svona feilspor alveg á loka bara, já, þú veist, alveg endan og töpuðu akkurat til dæmis á móti íslensku hitjunni bæði síðasta tímabil þegar hann var hjá Fenri og meira að segja háeringnum í fyrra þegar hann kom loksins aftur til landsins. En já, ég held að snákanir séu með þetta hér í kvöld þrátt fyrir að þeir spila hennar leika allt og lítið með að við hvað þeir eru góðir. Já. Og ég einhvern veginn sé ekki Cool Beans team vera með réttu svör við þetta lið allan. Já, við þurfum bara að sjá til, við fyrir bráðlega í hetjuvalið og sjáum hvað að fara að gerast. Hvort að við erum að fara að sjá einhver skrítið vera valið sem að fara að eyðileggja allt hérna fyrir snákunum. En við þurfum bara að sjá til, þegar við erum að fara beinustu leið. Við fáum það bara strax og já, að Nivjabann, þetta beint á Adda. Við verðum að hugsa að mikið af spilunum hjá snákunum hafa spilað með Adda áður þegar hann var fyrir langa löngu í Dusty. Það sem hann spilaði mjög mikið að Nivja. Það var svona sígilt svolítið val hjá honum var að Nivja. Það var líka Malzahar. Það gæti verið bara að vera eitthvað að stríða honum hérna með því að banna allt út fyrir hann. Já, það gæti vel verið að þessi að vera að fókusa á gamlan vin. Það nú oft gert í íslensku seninni. Brand og LeBlanc tekin út. Þetta náttúrulega bara Legions LeBlanc. Það eitthvað sem hann búin að vera að spila og alveg leiðilegt að vera á móti. Ég hugsa að Addi mitt vill kannski ekki vera á móti þessu. Við sjáum líka Kalibannið og já, Brandin örugglega á sósu. Já. CPT valdi að vera red side hér, fekk þann heiður að velja hlið Kogma first pick. Kogma first pick í ekki fókusið sem ég að spá hérna, já beint í Ash, láta Kogmaðin ekki komast nálægt eða eitthvað. Þetta náttúrulega bara, ég hef ekki séð Kogma first pick lengi en við erum að sjá eitt klassískt kombo sem hvaða lið var eftir að spila það? Var það Jötun? Nei, það var Heilægir. Ég man ekki hver að spila. Heilægir. Það var Heilægir, já. Þetta var klassískt hérna á þeim. Þetta var Heilægir. Við sjáum félag okkar í Sæþór. Já, Nautilus Morgana. Þetta var fljótt valið hjá snákonum. Morgana þá líklegast að fara í skóarmannin. Já. Fyrst við fáum hérna Kogma Nautilus í botn akrein líklegast. Gæti verið mjög sterkt einmitt. Þú ert með einmitt Morgana spellsíli fyrir hennar Kogma. Þetta Nocturne sem getur farið alls konar. En ég að giska þetta frá frumskóin. Já, mér finnst það líklegast. Hér kemur Jaceban út. Það klálega á okkar mann Save. Já. Bara eitt af þessum völum sem hann var þekktu fyrir allavega áður fyrr og ennþá mjög góður á Jace ég að trúa, sko. Þá erum ekki búin að sjá mikið af því. Orianna og Korki. Þetta mjög fljótt að fara í gegn hér. Shen Ban, Vil ég ekki fá hérna Nocturne Shen einmitt beint í sig? Nei, það náttúrulega mjög gott follow-up hérna strax og annars Serafína nær einhver últi. Það eitthvað sem skrapp svolítið hjá Ban-feysinu hveigin hans Adda sem svona bara hefur unnið leikinn 1/9 þar sem hann með 40.000 damage og restin bara með 5k. Pælingun þetta virkar hérna. Já, ég hef, Hveigin alltaf bara almennt mjög góður og blind pick inn í Legions reyndar eitthvað sem ég myndi ekki þóra en
Já, fáum Sion blind í topp fyrir save. Já, hægilegt bara. Er þetta Kæsa mitt? Eða er þetta Kog'Maw mitt? Ég, AP Kog'Maw? já, ég bara sennilega veit það ekki, sko. Þetta er líklega að fara að vera AP Kog'Maw í miðinni. Kæsan þá með Nautilus-inum. Einhverja pælingar. Það er Ornn svo sem bara inn í Sionin, þetta bara virkar. Sko, Það er ekki mjög mikið. Við sögum, ok, ég sagði það allan áðan, við erum frekar að búast við einhverju að koma óvart frá CPT, Já. en hvað er þetta frá Snowcone? Ég veit ekki einu sinni hvar pælingin er, hvernig alltaf að spila þetta, þegar Kæsa vill dæfa inn, Kog'Maw vill sitja aftast, Morgana vill helst vera svona fram og tilbaka, ná einu kúi og, þú veist, Ekki bara allir dæfin nema Kog'Maw sem stendur nú á hliðalínu og ítur á R-taken sinn, svona 3 skjám í burtu. Já, en þú veist, er þá ekki bara Ornn og Nocturne og Hwei, þú veist, Seraphine, þeir geta öll bara skotið sér í gegnum þetta lið og komist á hana Kog'Maw. Ég held að 2-1 fyrir CPT er að fara að vera að raunum hérna í kvöld. þar sem við erum að sjá skringilegt line-up. Hann er reyndar með prestið attack hérna. Já, ég veit ekki hvort að það sé... Takk þetta fyrir early gameið kannski. Hann er með Dorans ring. Svo, já, finnur leikmann. Það er ekki að vera að gera mjög mikið, ekki nema, já. Hann er náð ekki Legion Reaction. Jú, hann er eðið, hann þarf að leiftra sér í burtu líklegast eða nota drauginn. Draugurinn er notaður. Og setur hann í vonda stöðu. Já, þetta er Legion sem að ég þekki. Þetta er Legion sem að dó á móti mér í akrinni til að byrja með. En, já, maður hefði nú haldið að hann væri byrjar að læra að hætta svona bulli. Hann ákveður að stíga hann aðeins hátt upp. Og setur sér í slæmastöðu til að byrja með. Já, er þó einmitt Hati Kari, þar getur hann eitthvað. Já. Ágætlega svona heilbrigður eins og er. Þarna kemur einmitt. Hann getur treytað léttilega við Adda eins og er áður en Adda er komin með einmitt öll 3 levelun sín. Í raun held ég þurfa að Addi þarf bara þessi 2 levels að því að passíu hans brokkar á 2 abilities. Þannig að ef hann nær bara að hitta 2 í röð þá er Legions orðið mjög lár. Hann þarf þó að hitta. Legions er hérna fljótur á fótunum og er að ekki vera að hitta þessu hjá Adda. Eða ef ég mann rétt. Eða var þetta EQ? Ég veit það ekki. Nei, þetta var Ég er með þetta. EQ er hann að þegar hann skýtur bara svona fljúandi draug og fýraði tilbaka. Jú, það er svo satt. Já, leikmaður svona svolítið smá klandir. Legions reyndar, talandi klandur. Nærsamt smáinn að tilbaka, prestið attack er komið á Adda. Þar var hann kannski að leiftra sér. Nei, Legions er búinn að sitt leiftur. Það verður ekki meira úr þessu. En ég er þó sjens hérna. Já. Addi notar hann að hann ákvað samt að stígu upp og þetta er, já. Passive brokki, hann var að reyna að ná honum hann, en var ekki með nóg að skafa. Nei, þetta level upp hjá, komið hot. Leiftur komið hérna, Hóis hoppar inn, Sósa er mættur hérna, en verður ekki meir úr því, bara leiftur hjá Hóis og Kiss er einn notað. Já, þetta ætti að þýða að Benz sé með, já, þannig krabba örglega, mögulega þá topp krabban líka. Þrátt fyrir ákveðlega rólega byrjun er svona ákveðlega mikill háski að ég sé stað. Seifir hérna að fara að eyðileggja lífi hjá leikmanni með þessu leiðinlega frísi. Nær ekki að stoppa bakkið hann samt. Það hefði nú verið leiðilegt. Já, hann kemur aftur með fjarflutningunum. Það á ekki að vera alltaf mikið vesinn. Einmitt, Ornin, getur nýtt sér það. Hann þarf ekkert endilega að bakka einhverjum sérstökum tíma ef hann er með fjarflutningin. Sósa og Benz fara að mætast hérna. Já, Sósa er náður hérna. Hann kemur skjöldurinn aðeins og seint. Þar hann leiftur sér í burtu, Addi líka mættur. Mér sýndist Benz ná að spellshílda einmitt kúið. Já. Fallega. Það er
eitthvað sem Nocturne getur gert. Það er eins og þú talaðir þetta eina ability sem að Morgana á að hitta. Og það er slæmt þegar að maður er með einfaldan spellskild á móti. Hann kemur skjöldur notar hjá Octopus, eru að reyna að gera hérna á móti. Þetta heitir samt, kannski svolítið gráður hérna, gæti hver sem dottið niður hérna, leiftur nota, Red Set heitir næra leiftur sér burtu, það að fara að vera Hóis kannski sem nær hérna fyrsta blóði leiksins. Mjög tæft hjá báðum liðunum. Vá, þetta munaði engu, reyndar Kister Reign geti nú hreinlega mögulega náð öðru þeirra en hann held ég bara ekki með manaði í það. Já, það einmitt það, kannski 1 Q, en nei, aðeins svo lítið mana hjá henni eins og Núna leikmaður bara í góðri stöðu hérna, reyndar aðeins að tapa í farminum, en Seifur notaði fjárflutninginn og staðan hérna í skósveina öldunni orðin svolítið vond hérna fyrir Seif. Já, þarf að drífa sig tilbaka. Nýja Hungard hjálpa með það, hann keypti sér líka Plate Steel Caps sem fyrsta vopn, það bara fullir skór. Já. Þannig að hann ætlar að drífa sig tilbaka. Finnst það ágætlega áhugavert val. Inn í ornin, ekki svona... Ég gerir ekkert á móti orn, ég held að hann sé aðalega að spá út í hann að Nocturne ef hann kemur einhvern tíðan. Já, einhver pæling á móti það. Já, ég að sjá mjög mikið CSG nefnilega í liðinu hjá þeim, en kannski hann bara að reyna að lifa af lengur. Lítur að vera hugsunin. Við erum að sjá hérna smá skaða bæði hér og í topp-akrinni, en það sýnist mér að það er að fara að vera bench hérna á Hói sem er að fara að detta niður Octopus fær einmitt drápið, bench að reyna að leita sér í burtu og það er að fara að Red Side heitir sem hlýtur að detta næst niður, en þarna Legions kominn til að reyna að gera eitthvað, en býtu nú við, Addi hérna í smá vandamálum kannski, Kisarinn kominn hérna til að hjálpa aðeins og meðan var Seifur að taka niður leikmann í topp-akrinninni. Já, mjög vel spilað. Við erum hjá báðum liðum. Seifur gerir vel í topp-akrein til að fá eitthvað þar, en CPT hafði betur í botna-akrein. Legions náðu að koma inn og fá eitthvað tilbaka þar. Gæti verið hérna að... við horfum á kortið, þá var bench að fylgja leikmanni. En hætti svo við eftir að Seifur lappaði bara í burtu. En góð staða hérna. Það er náttúrulega snákanir með alveg 1000 kall í gull mun. Það sé bara fínt eins og Já. Hóis að leita eftir krók sínist mér. Þeir eru allan að búa til smá hættu þar sem að þeir eru ennþá með í fleiri skósveina hjá sér. Hanna Sosa, bench núna nota ulti kemur líka hérna fyrir bench núna, Kóni level 6. Seifur að mæta, þetta gæti verið mjög hættulegt hérna. Leikmar á leiðinni, ekkert ult í boði fyrir hann. Bench þarf bara að reyna að koma sér í burtu, en það er vont, þannig að bench náður að kúinu og Legions nær drápinu á endanum. Vel spila hjá Sosi, náði að gera það þannig, hann nær bæði stönnunni og rútunni í gegn þrátt fyrir spellshieldið hjá bench. Addi núna að reyna að trufla Sosi í skóginum. Tekur ekkert skaðir á móti, en eins og Legions ekkert að gera mjög mikið skaða, hann er bara búinn að ná svona drápunum. Hann er búinn að setja sig í mjög góða stöðu hérna og náttúrulega, skemmtilega við hann að Kogma náttúrulega það að hann er einn af fáu sem að næra svona hreinlega ádreinsa Hói. Þannig að getur bara staðið lengst út í buska rauninni og samt skotið á hann. Bench hélt hann væri spottar af þessu og hann kemur örinn lengst í burti, en það er núna Hóis inn í einmitt liðinu og hann hlýtur að detta hérna niður á endarum. Svo mikið sló hjá þessu liði af Cool Beans team. Þetta getur bara að horta á. Já, ekki mikið sem hann getur gert þarna. Sosa í möðkonum, ákvaðaði að fara þar frekar. Bench fer niður á drekan sem að þýðir í raun að þeir hefðu átt að stíga aðeins aftur. Þetta er vant, ultið notað snemma en er ekki að fara að komast og Seifur, kannski deyr hann fyrir þetta, nei, eitt líf eftir. Getur verið sáttur við þetta. Sosa að spila hennar leik mjög vel á þessari Morgunu. Ég er raun bara búinn að koma mér óvart hvað hann er búinn að stýra þessum leik mikið.
Benz að reyna að fá eitthvað tilbaka en Þetta var óþægilegt að sjá að hænan varðan fyrir honum. Benz hefði kannski verið í smá klandri. það er lítill kjúklingur fyrir sem að bjargar Benz. Addi var svolítið að yfirstíga þarna það sem hann gæti núna dottið niður. Ekkert leiftur í boði núna slóar. Hann kemur samt últið einmitt frá Benz sem að fara að ná kannski byrjun. Hann kemur Charmið, það hlýtur að vera lítið sem dettur niður að lokum. En núna þarf Addi að passa sig að ekki vera of nálægt þessum Kog'Maw. Það Benz, rétt svo lifir þetta af. Fínt spila hjá Cool Beans team. Nú þurfum bara að koma þessum skósunum undir turnin. Og Hoys óhræddur. Ég kemur pínu óvart að þeir taka ákvörðuna hana Hoys og Legends að reyna að fara á hann af því að þeir vissu að Benz var hann að nálægt, hefði átt að vera með tímasætninguna á últunni líka. Reynda vissu náttúrulega ekki af Kiss the Rain sem að gerði svona loka skaðan sem að þurfti og náttúrulega þetta charm úr últinu. Mjög mikilvægt. Já. Sjáum við að hann Legends að byggja Dusk and Dawn og það líklega ástæðan fyrir bresti í dekkinu. Sjá skaninn hjá Octopus. Hoys núna bara að hoppa beinustu leið í dauðasinn. Aftershock að fara kannski halda hann lífi, held nú ekki þar sem hann hlýtar að þetta niður endanum. Sagan svolítið svo að Hoys alltaf bara komin inn og kemst ekki út. Já, þetta pínu svona overstep hjá Hoys sem að gefa Cool Beans team þessar fellur en saman tíma það snákaninn hérna með svo mikið. Nei, leikmaður! Þarf hann eins og að hiti sig, það bara 1-2 þetta kemur það. Þetta var vond. Áttaði sig ekki alveg á þessu Bami Cinder sem getur ekki proxyað svona. Þú ert bara að fara að vera CC undir turni. Algjörlega, þetta var ekki alveg málið en ég get alveg sagt ég hef gert sömu mistök. Þannig að en hann klárar fyrsta vopni sitt fyrst hann fór hann tilbaka og sér svolítið að bara vera að ræna öllu frá honum hérna. Það er að passa sér hérna. Sjá hann að skaða. Spurning hvort að Benz finni Sósu hann allavega að labba í áttina þannig hérna. Sósa í raun finnur Benz meira en já, hann ekki spellshieldið og getur gert mjög lítið en Addi hérna að fara að komast á þetta. Seifur líka, últið kemur hérna og að fara að hitta líklegast Benz sem að fara að detta niður í höndina á Seifi. Leikmann núna að reyna að koma sér í burtu. Addi þarf líka að passa sig. Sósa hérna ræður bara skóginum eins og það það sem ég var að segja á hann. Sósa að stýra þessum leik gríðarlega vel með þessari Morgunu. Líka á móti Nocturne sem alltaf með þetta últ í boði til að reyna að búa eitthvað til. Meira þess að tekur Experimental Hexblade til að Seifur dívan hérna. Já. Ok. Það verður rútið hvort að Kiss the Rain kemst. Já, þetta getur verið hættulegt fyrir Legends og Seifi hérna. Hann sem Red Side heitir Addi með leiftur nei, lappar beinustu leiðina inn í Red Side heitir og Hoys. Ekki alveg nógu gott positioning. Nei, ég veit ekki alveg af hverju Addi lappaði ekki bara hann tilbaka að Kiss the Rain í staðinn fyrir að lappa inn í runnan og bíða en hann hlýtur að hafa verið að spá í einhverju. Spurning hvort hann vissi ekki að Seifur væri ekki með ult eða eitthvað, hafi gleymt því. Ég hugsa það. Eitthvað í þá áttina. Og jú, gullmunur upp á 3000 kall handa snákunum eins og mjög mikið örugglega hjá, hann kemur fljúgandi sýnist mér frá Octopus. Það ótrúlegt hvað þetta lið nær að búa til mikið gullmun þó að við sjáum það 7-6 í fellum og þetta heitir svo klálega. Maður sá örinn að hverfa. Það einmitt einhver millisekunda sem þú getur hitt og komist, og hann samt að sleppa. Já. Leiðinlega. Dusk and Dawn komið í húsi fyrir Legion sem þýðir að Addi þarf að passa sig ekstra mikið eins og og við erum að sjá fólk hérna safna saman hérna, búið að finna Hoys og Sósu. Það verður örugglega ekkert meira úr þessu en drekinn að fara að mæta. Já. Sérðu hvað drekið þetta Særún? Já, Særún. Talum með þetta. Mætt á völlin
Og snákan búinn að stilla sig vel upp. Vá. Það getur verið að þið bara að fara að hrynja niður hérna, næri ekki að gera neitt. Áður en Sosa tekur hann niður, sem þýðir að Særún að fara að falla í hendurinn hjá snákanum, líklega. Já, ekki nema Benz vilji reyna eitthvað, en hann nú bara á kjúklingunum sínum, þannig að það ætti ekki geta gert mikið. Held ég ekki með neitt vision á þessu heldur, þannig að Sosa bara að taka því í rólegheitum, aðeins. Mitt fýttir ekki hérna, bara við sáttu með smá regen. Leikmaður komin hérna, það ennþá ult í boði, svo Benz þarf að stoppa þetta, nær því ult frá leikmanni, það að fara að vera nógu mikil skaði en annan leiftur, þeir eru búin að nota alveg slatta en núna er að vera að henda dífu beinustu leið á Kister Einn, eitthvað sem við vissa allir voru þarna hjá Botside. Býtu nú við, þessi ult verða að fara að hitta hjá hann Octopus þar sem þetta hefur verið mjög dáinn hóis. Núna þarf hann einhvern veginn að reyna að halda sér á lífi sem ég hugsa að mun ekki gera sérstaklega að ultið farið. Þetta var vont að horfa á Octopus, missir hann að örina framhjá, en mögulega eitthvað gott hér fyrir CBT ef þið ná að taka skellrúnu fyrir þetta. Þetta náði ekki save sem að var plan A, en plan B allavega að fara í gegn. Ná kannski allavega einu turni með þessari skellrúnu. Fyrsti turnin þó fallinn í hendur snákana. Og Hóisinn er mættur í hliðarlínuna að reyna að fiska eftir Adda. Ég sýnist að hann komast hann kemur úti á Legions, þetta fara að vera nóg, hann kemur leifturinn. Svolítið skaði, ekki nóg eins og Addi ennþá ekki komið fullt hérna vopn. Krókur. Sosa hérna. Og það þá Red Side heiður komin í miðuna. Smá lane swapina eftir fyrsta turnin. Já. Octopus Það Agreina skipti. Á leiðinu á miðju Agrein, Addi ákveður að fara tilbaka og að mætir botna Agrein aftur á móti Legions. En þetta er orðin svo rosalega þægileg staða fyrir snákanum. Við sjáum hvað við fengum gríðarlega mikið gull við drekan, turnin og allar þessar fellur á hann. Þannig að auðvitað að henda þessum mun í burtu. Leikmaður hérna, hann Lensi það að fara að hitta það, hann kemur svo mikið, það að fara nóg, já, Benzi klárar þetta. Nú þurfum við að setja passningsleikin, þetta að fara að vera 5-5 hérna í miðju Agreinu og í læknum. Það er mikið að fólki að fæta niður, Legions næstur á lista, næstu því tekið niður, þar að leifturinn í burtu. Núna það risa ult frá Seifi til að taka niður Adda og að fara að leita meira sem Kister Einn hendur upp í loftið. Þurfum núna að reyna að koma sér í burtu, en þetta 1 fyrir 1 eins og Náðu allavega einhverju hann að CBT, en það versta náttúrulega að þeir eru ekki með neitt objektiv til að taka eftir þetta, sérstaklega fyrst að Benz fer hann tilbaka, með augað af skellrúnu, nær ekki að nýta það til að taka niður miðju turninn eða eitthvað slíkt. Var náttúrulega mjög mikilvægt ef að CBT nær að taka hennar miðju turn á undan. Sjá hennar skaða, bara í 12 brennur Octopus niður. Hann komið 2 vopn. 2 vopn á Morgana Jungle. Slatti skaði í þessu. Sosa bara, þetta örugglega bara besti Morgana Jungle leikur sem ég séð á ævinni. Mjög fallega spilað hjá Sosa eins og Nú sjáum við líka að Orn-itemin byrja að tikka inn hægt og rólega. 13 náð hjá leikmanni. Og þetta aftur að reyna að taka niður tengjasta gæja í sögunni. Það er svolítið erfitt. En í þetta skipti hugsa ég eftir auka 20 sekundur. Hann hljótar hann á þessu. Nei, Sosa og Hóis mættir og hann ennþá, half. Hann Sosa ultar nær stönninu, nær rútinu. Einmitt, gott að leikmaður líka mest í skriðdrykki heimi, svo hann dettur heldur ekki niður og ekkert gerðist, svo það er alltaf fallegt. Þetta klassískt þegar það eru 2 risa skriðdrykkar hana í topp Agrein. Síðan það er mjög svipuð vopn líka. Sýnist að Benzi ætlar að reyna aftur, þar sem við erum að fara að sjá ekkert gerast. Hann kominn, það turnanna.
ná að henda honum í lofti gæti verið nóg í þetta skipti. Ég get orðið mín, það hendið þeim upp í lofti og núna Red Side Hater kominn og núna hann kominn í passivsið sem þýðir að þetta bara að vera 2 teknir niður. Þú ekki alveg að hugsa út í hvað restin af liðinu hjá snákunum var. Nei, Benz kannski orðin bara óþolumóður. Þetta var 3. eða 4. skipti sem hann reynir að taka hann niður og Seifur loksins fellur en fyrir hvað það 2 fellur á móti og turnin Legions núna Bíður eftir að nota eitthvað, þarna kemur 1. Kemur 2, hann kemur 3. Hann að fara ljótlega hverfa, þarna þetta Dusk and Dawn og Noah Magic Pen. Gríðarlegur skaði sem að hann náði samt að nandi á Legions bara með últinu og einu kúi. Ég hugsaði mér að ef Abdi sér Legions áður en bardaginn byrjar, þá þetta að fara að vera aðeins öðruvísi saga. Algjörlega, en ja, Legions á Kog'Maw mitt að gera undraverk og ég skil ekki hvernig þetta lið virkar en það virkar. Núna Bench að fara að henda upp í lofti þrátt fyrir að ná góðum spellsíldina á krókinn. Fær ekki að ganga sinn eigin skó. Nú sjáum við Kisturein í klandri. Octopus líka. Sosa á leiðinu og þarf Octopus að passa sig gríðarlega Og þetta var ekki nógu góð blastplanta, ekkert leiftur í boði sem þýðir að Octopus lítur að vera fallinn. Mjög mikið svona að vera að berjast fram og tilbaka bara allt svæðið og það getur verið að stoppa þar. Sosa alltaf einhvern veginn að leita einhverju og Seifur einmitt líka mjög mikið í að bara svona reyna að finna hitt á þetta þegar hann getur. Leiðilega þá Skellrún ekki að fara að gera neitt. Það sem enginn að stjórna. Hann kemur svona risa charm hérna á mesta skriðdreki í heiminum sem að fara að missa kannski helmingina af lífinu sinni hérna. Þarna einmitt. Hann reyndi bara að snúa við og berjast 1 á móti 3. Kisturein núna í smá klandri þar náttúrulega heal sitt rétt svo lifandi þarf að passa sig á Kog'Maw últunum. Hann kemur ágætur skaði hérna hittir alla hjá Cool Beans team sem í svolítið varnarstöðu eins og Þetta mjög vont fyrir CPT að reyna að koma sér tilbaka. Snákanir að spila mjög flottan leik. CPT stóðu sig vel hérna til að byrja með en voru einhvern veginn að missa samt allt gull frá sér og Snákanir náðu að stýra leiknum með akkurat því. Últi kemur inn í gegn, þannig að fara að vera kannski mjög dáin Legions nær að leifta sér úr þessu en núna þeir að snúa við ekkert mana hjá Bench og núna þeir konir í forðuna stöðu fyrir að passa sig. Við erum að tala það eru 2 AD carries sem að láta þá 4 snúa við. Það svolítið vont. En þeir eru kannski orðnir svona paranoiðir í raun að það geti verið einhver Sosa þarna og Hois bara í leinum. Búið að vera svolítið sagan allavega. Já, við erum að sjá, Sosa að ná 3. vopninu sínu þegar Benz að reyna að klára sitt annað. Eiginlega sama saga alls staðar annars staðar. 3 vopn á Red Side Hater sem að fá enn aðra felluna og spurning hvort hann finn ekki Abda líka þar sem hann með spellshieldið á sér og gerir það einfaldlega. Sosa þetta fær þá fellu og já, þeir halda áfram að taka all líf úr þessu CPT-liði. Það gott að ég valdi ekki stöðuna 2-0 fyrir CPT þar sem ég sýnist þeir vera hægt og rólega að tapa þessum leik hérna. Já, þetta minnir mig pínu á fyrir leikinn í síðustu viku þar sem við sáum Viski Fenri. Viski svona hægt og rólega náði að draga allt úr Fenri en þetta bara mun meiri bardagar. Já, einmitt. Leikmaður fær ekki að nota últið sitt. Hoisand næst í dánið, það tekið niður. Octopus gæti verið að fara að fá svolítið mikið í vasan sinni þetta. Sýnist hann ekki alveg að ná að klára hérna. Hann tekið niður, Red Side Hater. Lítur sér ekki á svæðinu. Seifur lítur á næstur. Samt komin hérna í burtu. Hann kemur Sosa, nær einmitt. Er hann dáinn? Oh Já, 3 sekúndur þarf hann að standa kjurr á móti þessu liði og það svolítið erfitt í hans stöðu. Leiftur líka frá Kisturein til að lenda ekki í það sama og Octopus gerði.
og ég þrátt fyrir mikið pening í vasan fyrir Octopus þá hann samt ekki komin í þriðja vopnið á meðan Redside Heitir að fara að klára sitt 4. eftir skamma stund. Þetta svona það sem að sér snákana freka gera heldur en það sem að Whiskey gerði einmitt á móti Fenrir að taka svona kannski frekar asnalega bardaga og missa þannig einhverja stöðu en þeir eru samt það góðir að þeir finna einhverja leið tilbaka og fá eitthvað sjálfur úr því. Já, það alveg góða líkur að leikurinn frá að vera 40 mínútur. Það klassískt svona CPT-dæmi allavega. Já, hvort að snákanir óvart henda leiknum frá sér í smá stund og eru bara þá kannski 5.000 kall yfir í staðinn fyrir 10.000. Spurningin hvort það að fara að gerast, en þá þarf Cool Beans team líka að spila mjög vel. Octopus svona aðal skaðan eins og en hann bara að fara að tekin niður. Þarna kemur einmitt ult frá öllum minna Redside Heitir komin í baklínuna. Kister Reign hlýtur að tekin líka niður og það Addi. Þetta ekki bara leikur? Það einmitt bara leikmaður eftir sem í smá bardagi við save eins og Legions ætlar að koma og eyðileggja þessa baráttu fyrir leikmanni og save. Ég skil ekki af hverju Legions hélt ekki bara áfram miðinni. Liðin einhvern veginn svo þeir hefði hreinlega bara getað labbað þetta niður og klára leikinn en án Legions það erfitt. Það eru 5 sekundur í botnagrina. Ætla að fara, allavega að fara á drekan hér, örugglega bakka og fara síðan á baróninn. Það var svo mikil skaði hjá þessu snákaliði, sérstaklega með elddrekan 2 í vasanum sem á auka skaði. Og þetta mjög erfitt fyrir Cool Beans team eins og að reyna að klórast tilbaka. Þetta svona næstum því að verða ómögulegt en maður getur aldrei sagt það. Maður hefur séð svo skrýtna leiki sem að bara liðin einhvern veginn á að vinna einhvern bardaga í beisunni sínu og koma tilbaka þráttur að vera 15 skull undir. Einmitt. Það getur allt gerst, sérstaklega í íslensku deildinni, svo þetta svona... Maður sér það í kóresku deildinni, það það sem maður finnst skrítið, þetta bara bróka að eiga að vita hvernig þeir eiga að nýta 10 skull mun og samt einhvern veginn á þeir að tapa leiknum út frá einu bardaga sem þeir tóku í beisunni hjá hinnum. Þetta líka svolítið Cool Beans team, ef þeir ná einhvern veginn komast í late game, þá þeir alltaf að fara að vera smá meira gutti yfir. Dökksi leikmanni á orðinum. Já, það samt alveg slatti í það. Erum við ekki að tala ennþá 30.000 gull áður eða komast í þá stöðu? Það cirka klukkutími. Hugsun hvort á því. En það einmitt baróninn. Þú færð mun meira gull þetta season heldur þú varst að fá venjulega. Sérstaklega eins og skittan og svona á að vera meira gull í boði. Þessi barón allan að féll fljótlega og verndarstaðan hjá Cool Beans team svolítið vond. Kemur keyrandi Sion beinustu leið inn í inhibin sem fallinn. Þarna leikmaður að reyna að halda þessu liði í burtu frá sínu liði og þarna margir að detta niður. Kister Reign reyna að halda Octopus og Adda lifandi en það að fara að vera líklegast leikur þar sem það bara Addi og hún eftir. 1-17 í viðbót á Redside Heitir áður við klárum hennar leik. Við sjáum turnin falla Addi ekki með ult, að reyna að fiska eftir einhverjum skaða á þá en þeir fá bara flott áhorfendasæti að aftan þar sem þeir ekki einu sinni komast ekki einu sinni í brunnin sinn. Nei. Þetta leikur sem að snákarnir ná að klára örugglega. Á endanum. Já, þeir að taka sinn tíma í þetta komenda lóksins. Kristallinn springur og snákarnir taka hér fyrsta leikinn. Þrátt fyrir eins og við töluðum frekar sérstakt hetjuval hjá snákarnum. Kog'Maw first pick sem var síðan tekinn í miðjuna fyrir Legions.
Gekk ágætlega, það má alveg segja það, þetta virkaði bara mjög vel. Reyndar inn í akkurat Way sem þeir fengu, eiginlega náðu einhvern veginn að ýta Adda inn í. Ég veit ekki hvort að það var planað hjá þeim að fá hann bara á Way eða ekki. En pælingin var opin og stóð sér ekki jafn vel einmitt og maður sér vanalega á Wayinum hans. Svo þetta var svolítið furðulegt fannst mér. Ég, þú ert að spila á móti Kog'Maw, þetta er svona eitt af fáu tjömpunum sem að virkilega ná að ádreinsaði í akrinninni og gera það leiðilegt fyrir að spila út akrinnina og hvað þá liðsbardaðana þegar að það er Sion að koma í áttina að þér. Þú getur alveg bakkað út og reynt að gera einhvern skada en Kog'Mawinn getur alltaf verið að skjóta á því sami hvar þú ert líka. Og mér fannst líka bara snákarnir náttúrulega byggðu upp þennan gullmun úr bara alls konar stöðum og voru að banka alla tutna, voru frekar framalega, ýttu einhvern veginn öllum akrinum inn og spiluðu síðan bara með þann gullmun frábærlega. Sósa líka í skóginum, bara algjörlega stýrði í leiknum. Þetta var klárlega fær hann MVP fyrir þennan leik, hugsa ég. En ég vil líka bara gefa þeim svolítið props fyrir einmitt hitjuvali þar sem ég var að hugsa hvað er að erfiðasta við að spila AP Kog'Maw? Það er að hitta þessum últum. Þeir eru svo lítilega erfitt að einmitt hitta þeim. Þeir eru með Sion, þeir eru með Nautilus, þeir eru með Morgana. Ég sá svo oft að einhver stóð bara kurr í 3 sekúndur út á Morgana og það bara hrundi niður últ af Kog'Maw á sá manneskju. Svo alveg klárlega mjög flott hitju bara val hjá þeim. Já, ég verður bara kemur mjög á óvart hversu vel þetta virkaði. Ég áttaði mig ekki alveg á því hvernig þetta myndi spilast út hjá þeim. En þessi gæjar eru búin að spila leikinn mun lengur en ég og kunna eitthvað miklu meira heldur en ég hvernig þetta á að spilast út. Einmitt. Það verður mjög spennandi að sjá Cool Beans team vinna svo 2 leiki í röð hérna. Það sem ég auðvitað sagði myndi gerast. Svo við sjáum hvað þeir eru með hérna í vasanum í næsta hetjuvali. Það sem við ætlum núna að hoppa í örstuttar auglýsingar. Býttu hann að skipta akrein? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskurum leiðið sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en ekki svo gott heldur.
velkomin tilbaka. Við erum að fara í leik númer 2 þar sem við erum að fara að sjá smá breytingar núna. Já, ég allan að heyrði það frá okkar útsendingateymi að það væri að fara að koma einhverju nýju spilarar inn í bæði lið. Eitthvað sem hefur ekki gerst áður. Nei, ég held ég að bara aldrei sé það áður í neinum af rafíþróttum sem ég hef verið að lýsa að bæði lið sé að skipta leikmann á sama tíma. Allána, held ég hafi verið með 1 best of 5 þar sem að bæði lið skipti leikmann en það var á mismunandi tíma. Já, einmitt, en við erum allavega með þessa reglu að þú mátt skipta inn leikmönnum í svona viðreiknum. Já. Það er bara skemmtilegt og breytir svolítið, jável hvað fólk getur spilað og svoleiðis. En kannski ef við bara kíkjum á breytingarnar. Já, fáum það bara upp á skjáin, það væri gaman að sjá. Já, hérna kemur það allan að bak við okkur og það er ekki flókið, það er Octopus út, Cookie inn. Einmitt, og það er að fara að breyta ykkur. Heitjuvalið er að fara kannski smá breyta, þetta er náttúrulega skittan, svo það er svolítið svona meira að minna það sama sem að spila. Þetta er stuðuleikinn þannig í botnakrein sem að heldur bara áfram. Cookie er alveg jafn stuður og Octopus held ég í sínum heitjuvali. Þannig að það verður ekki mikið að breytingum þar. En fáum kannski þá hitt liðið upp hjá okkur, sjáum hvað breytist hjá þeim. Og það er, líki botnakrein en það er aðstofamaðurinn. Það er MIQ sem kemur hér inn í staðinn fyrir Hoys. Við tölum það að Hoys er ekki mun að spila mikið. Nei, en það er náttúrulega svona, við höfum að hugsa svona eins og shock calls og svoleiðis. Þetta er að fara að vera smá breyting þar sem Hoys, allavega frá minni reynslu, þá er hann svolítið góður í að shock calla, er að fara að gera alveg svolítið flott play-save mitt líka. MIQ er búin að spila meira með snákunum allavega þetta tímabil. Já. Svo það er allavega pluss þar. Við sáum samt eins og núna í fyrsta leiknum, það sem að voru svona pínu akkurat þessi missteps hjá snákunum var pínu Hoys að taka of langt skrefið. Það er svolítið satt. Of stórt skref áfram, en síðan þegar kom seinna meir í leiknum þá fannst mér einhvern veginn Sosa vera pínu að stýra hvað var í gangi og Seifur tók líka af stað bara. Ég veit ekki hvort að það hafi verið Hoys að kalla til eitthvað þegar eins og hann alveg endan þegar Seifur byrjar að bara hlaupa inn og eitthvað svoleiðis. Við sáum að allan Hoys var mjög fljótur að hoppa inn, fekk Black Shieldið og í þessum loka barda. En MIQ, þetta verður allan þá bara stýring frá einhverjum öðrum. Einmitt. Svo það verður ágætlega áhugavert að sjá hvort að þetta mun hafa einhverja breytingar á einmitt hetjuval eða hvort að þetta var verður skemmtilegt að sjá. Það hetjuvalið held ég verði bara voða svipað af því þetta er í botnakrein. Við erum ekki að tala biðjuna eða skóarmanninn og afsækið þeir sem að sáu þetta. Þetta sást svo vel í mynda. Það er mjög fallegt. Það er gaman þegar við lendum í einmitt smá production vandamál. Já. En við allavega þá erum við að fara að sjá smá breytingar í valinu þar sem einmitt ég fílaði mjög mikið Morgunna. Núna er það ekki boði. Hvort að það er að fara að hafa einhver áhrif á hvað er að fara að spila er spurningin. Er þeir að fara að taka meira skrítið? Er það að taka, Brand náttúrulega bannaður, Shaco var opinn, eitthvað sem hefur verið svolítið svona banna á móti Sósu? Já, ég gæti vel verið við sem að fara að sjá eitthvað voða skrítið áfram frá þeim. Fyrst að þetta gekk svona vel, þá held ég að þeir séu sennilega bara að tala núna bara, ég ekki bara að flippa ennþá meira, koma með, þannig sé Shaco first pick eða eitthvað slíkt út. Ég hugsaði með þetta í hetjuvalinu hjá snákunum, þá er þetta svolítið, Lítium segir, mér langar að spila Kog'Maw og svo verður ekkert meira úr því. Nei, það er akkurat málið, þetta er bara svona, hei, mér langar að spila Kog'Maw og þið getur bara first pickað þetta og þá halda þetta sé að fara bort og við sjáum hvað þeir pikka og þið getur valið inn í það. Einmitt, og pælingin er, ég er ekki alveg viss hver valdi hvaða hlið einmitt. Þetta var núna í fyrsta leik, þá var það snákanir í blue og var... Já, CPT var red og valdi red í fyrsta leik. Ég veit ekki hvernig, ég var ekki búinn að fá það í eyrað allan að hvað
var valið núna fyrir leik nummer 2, en við fáum að sjá það strax og hoppum í hetjuvalið. Já, ég hugsa að þetta að fara að vera aftur rauða hliðin fyrir Kúlbíns tím. Ég hugsa að þrátt fyrir tapinu, þá það eitthvað sem þeir völdu fyrirfram og voru með ágætlega góða hugmynd hvort að snákarinn svolítið svona, já, hristu á upp svolítið bara hvað með þessi hetjuvali Kogma fyrsta val hvað var að gera. Það að fara að vera áhugavert hvað Kúlbíns tím gerir í þetta skipti. Ég held að það bara skipti ekki öllu máli. Þegar það kemur að þessi hetjuvali, ég held að snákarnir séu bara með eitthvað ákveðið gameplay í huga. Þeir banna bara það sem þeir vilja, bara helst ekki lenda á móti og við sáum það bönnuðu náttúrulega Nivea og eitthvað svona. Já. Það eitthvað sem að Kogma ástundum í vandræði með af því að Nivea getur sett últið og verið bara svona að fljúga fram og tilbaka. En við fáum að sjá það hér. CPT velur að red side aftur eða rauða helmingin og að Nivea bönnuð aftur í fyrsta banni. Þetta bara að vera það sama. Já, þetta að LeBlanc komið hér. Já, hvort það ég myndi ekki halda henni opinn, sko. Bara, ég voru í smá erfiðleikum með Kogma en ég hugsa að LeBlancin að fara að vera enn leiðilegri. Já, gæti alveg verið að ef Addi væri með eitthvað counterpickið í það en það hlýtur að vera allan ástæða fyrir þeir banni LeBlanc með annað en það bara lít sem sé mjög góður á henni sko sem Addi þá þarftu eiginlega að vera búinn að preppa fyrir eitthvað 1 pick hjá Legions en sem Legions þá ertu með 100 picks í valinu þannig að ég veit ekki hvað Addi getur í raun plana fyrir. Hann bara malsarði eitthvað. Hann tók bara... 1 malsarleik allan sem ég sá og hann fór ekkert mjög vel. En ég hugsa að í réttum aðstæðum. Herðu, breyting. Það var ekki bannað Nami af Kiss the Rain. Heldur var bannað Yorick. Þá oftast pælingin, þeir að fara að velja Nami í fyrsta vali? Ég veit ekki með það. Hugsa ekki. Kannski hafa þetta bara opið. Já, þú veist, gætu alveg valið Nami með einhverju flottri skittu hérna bara sem 1-2 og Narban í staðan fyrir Akali. Akali opinn hérna eitthvað sem þið gætu tekið alveg klárlega í byrjun sem flexpick á milli topp og mid. Já, ég veit ekki hversu mikið Seifur tilbúin að taka Akali á sig bara svona ef að það skildi vera að Legions vilji fara eitthvað annað en sjáum K'Sante vera tekinn fyrstur sem náttúrulega bara klassist. Banna einmitt Yorikin hérna til að vera ekki Yorikin í hérna K'Sante sem myndi alveg gera eitthvað, myndi ég segja. Já, Yorick mjög góður inn í K'Sante en við erum að fara að fá hérna klassíst, sko. Klassíst nýju hitjunar í topp akrein. Það vantar bara að segja hín hana inn í skóginn og við erum góð með tríóið. Jú, en það ekki bara. Já, ég var að skoða hvað Benz að spila. Hann eitthvað að spila Diana og Jarvan. Sin Sá líka. Það var að fara að koma hérna næst. Ég skrifaði niður, ég sver. Hérna, það þessi 3 hetjur sem hann að spila mjög mikið af og ég veit hann var alveg eitthvað að spila Nocturne áður fyrr. Og hann að fara að halda sér í þessi þægilegu völ. En mjög standard hetjur komnar út. Eitthvað sem maður sér mjög oft. Ekkert mjög hann að fara að vera Kha'Zix. Sem náttúrulega mjög gott pick almennt inn í hetjur eins og Jarvan, Sin Sá og þetta klassíska svona AD brúser í skóginum. Kha'Zix getur spila mikið í kringu það og tekið þetta svona 1-1. SRL tekið síðan. Eitthvað sem Redside heitir held ég að spila mest af. Svo þetta annað bara svona komfort. Við erum að sjá mjög mikil þægindi hérna. Já, reyndar spurning. Þetta SRL mitt? Já, maður veit það ekki. Maður veit það ekki. En Addi, tekur upp Viktorinn sem að mjög örugt val og fær þá núna að senda einhver bönn á Legions. Við sáum Jace og Korki vera tekin út áðan hjá þeim. Já, Brandi var ekki tekin fyrst. Já, ekki mjög svona, þeir voru bara tilbúinir að lenda í Brandinu sem finnst mjög áhugavert. Ekki eitthvað sem snákarnir völdu, tók bara Kha'Zix í staði. Þarna kemur Akali. Þannig að við erum að nálgast sömu bönn. Það svona hægt og rólega að gerast. Já, það allavega að fara að koma annað bann á Legions. Það ekki með Namiið.
Já, alltaf koma. Þetta alltaf koma, nema Jórek var náttúrulega ekkert tekinn. Nei. Og sama með Nar var ekkert tekinn út á hann. Já. Nar og Jórek eru þessi nýju bönn hérna og nú fáum við að sjá hvað alltaf líklega bara... Nico, ok. Það náttúrulega bæði bann í rauninni á aðstoðarheitinu og Legions í miðunni. Getur farið á báðastæði þó að hann sé mun meira að spila í aðstoðarstöðinni. Já, síðan við erum með, þetta stendur Hoys/MQ og svo Octopus ennþá uppi. Þetta Aura Cookie. Já. Hérna, bara svona til að minna fólk á. Cookie að spila, ekki Octopus. Náttúrulega við sjáum bæði topp og miðju hjá CPT. Hann var í Anna og Shen fá að koma hér í gegn. Eðlilega. Sona Robin. Geistur einn big Sona fan. Hvort það að fara að virka vel hérna. Það oftast svona svolítið skringilegt í... Fáum við ekki skittuna hér bara fyrst? Ok. Spara skittuna, vilja sjá. ekki mitt fyrsta val. Nei, þú veistu móti Cassante og K6 og SRL þú þarft eiginlega ekki vita neitt meira sem skittan. Ég hefði alltaf tekið skittuna hann að beðið með aðstofir hitt sína. En já, Bard tekinn á móti SRL. Bardin hundleðileg akkurinn að spila móti. Mjög mikið pók og geta gert svo mikið bara mappið. SRL getur náttúrulega bara últað, Bard fljúandi allt. Þannig að það voða erfitt að elta þetta Sjáum við hvort að Legions ætlar að spila S-4 eða ekki. Ég held ekki. Hann að fara að taka eitthvað skemmtilegt hérna. Eða sígilt. Getur bara komið að góð ræs eða eitthvað. Já, bara með Asir. Það klassískt Viktor Asir miðja akrein. Fáum að sjá það vonandi ráðum, ef einhver ætlar að velja. Já, Asir. Hann kom út. Asir, pikki hjá Legions. Eldgamalt en gott pikk. Það svona, eitt af þessum pikkum sem ég hef síðan spilað 1-4 í Baron Pit. Og einhvern veginn á að vinna bardagan. Hann ótrúlegur á þessari hetju og ég held að gætum séð eitthvað. Já, Cookie kannski, nei svolítið hægt hérna í endanum, en það Sæja. Sæja? Eitthvað sem safe, verður ekki shuffle. Já, shuffled eða bara K6 bomba. Já, þetta samt svona að spara þetta í blá lokin finnst mér smá furðulegt ef ég ætla að vera hreinskilinn. Já, en ég var enda náttúrulega átt með á því. Þið taka kannski körmuna hérna til að lenda ekki í SRL karma. Það er góðu punktur. Fá hins vegar bara í andliti Bard í staðin. Ég held að sé ekkert skárra. Nei, það verður svo bara spurningin hvernig þetta spilað. Ég að sjá mjög standard line-up hérna hjá Coolbeans team. Aðeins svona skringilega hjá snákanum. Við erum ekki að sjá mikið af þessum hetjum svona nýlega, myndi ég segja. Kannski ekki nýlega hjá okkur, en ég held ég hafi séð bara næstu í þetta line-up í LEC bara núna í vor, sko. Já, svo kannski aðeins svona á undan hérna í íslensku deildinni. K6 náttúrulega eitthvað svona sem að ég veit að nokkrir á Íslandi geta spilað og spila mjög vel. Sérstaklega það sem ég allan þekki mest fyrir íslenska hetjan. Hann elskar að taka þetta þegar að Jarvan tekinn af honum. En þetta verður skemmtilegt að sjá. Og ef að Sosa nær að spila annan svona frábær leik sem hann var að spila á Morgana, já, ég held að það verði ennþá erfiðar að spila á mótunum þegar hann fær að gera svona vel á K6. Eitthvað sem Coolbeans team þarf virkilega að pæla í einmitt. Að Sosa ekki að fara að stjórna þessum leik. Þeir þurfa svolítið að reyna snemma að taka á honum. Það spurningin, hver þá að fara að gera það? Því að leikmaður Rómað inn í frumskóin. Já. Það hann ekki bara gert þetta. Leikmaður líður einhvern veginn eins og toppakreinin gerir það bara ekkert lengur. Ef þeir hafa einhvern tíma gert það. Það eitthvað sem ég gerði og var svo með 5 CS á mínútu. Já, einmitt. Það svona, já. Það ekki besta hugmynd. Svo sem allt í lagi, þú ætti að spila ornið eitthvað svoleiðis, en
ég sem hann bessa, þú vilt held ég ekki vera með 5 skósveina á mínútu. Nei, og leikmaður ætla bara að vera líklegast í þessari akrinni hérna. Já, þetta verður nefnilega líka af því að Hóis getur hrift sig svona mikið og verið með Sósu. Kemur mér ekki á óvart ef að Sósa þrátt fyrir að vera að spila á móti Viktor sem að nú að vera þetta svona lane bully. Sjáum hérna mjög góða pressu hérna strax í byrjun. Kistarinn tekur samt elektrikjútið hérna. Þýðir að kannski Kúbinstein ekki jafn góður stöðu ég hélt hérna þegar bardaginn var að byrja. Fallegt. En býtu, þetta Hóis? Þetta er Hóis. Þetta er Hóis. Jæja. Já. Hóis hérna. Tökum ekki MIQ inn. MIQ, það var einhver lígi. Kannski kemur hann í leik 3. Svo... Já, ef við förum í leik 3 þar sem að leikmaður næstu búinn að falla. Leiftrið til að bjargunum. Og Skósen allt í lagi stuði hérna. Hann getur bara hendi fjarflutninginn og já, ég veit ekki hvort hann var efni á neinu til að kaupa. Hann hætti við. Já, nýtur sér það að hann með smá health regen. Addi alveg að standa sér ágætlega hérna í byrjun leiks í þetta pot hjá Legions. Já, en þetta bara þetta að Legions fá að gera þetta og Addi gæti verið í klandri hérna, Leiftur í boði, þarf að passa sig hérna. Leiftur líka hjá Legions, þetta kemur það. Rétt svo nær að lifa þetta af. Það er hann að bara bíða eftir að potturinn dregur upp lífið hans svolítið. Við hefum svo fyndið þegar þetta... Leiftur og það gerði mjög lítið, þetta var mjög söpulegt. Hann var að reyna að taka hann þetta undir turninum sem hefði bara kostað hann örgulega leikinn þar sem þetta var svolítið mikið af skósunum. En gekk ekki upp. Giftur einu með risa últ kú hérna. Já, núna Benz á leiðinni niður. Gæti verið að Hóis og Redside heitir síðu í einhverju vandamálum, en nei, ákveður að stoppa að fara tilbaka. Ég held að dívan hefði verið mjög flott hérna, en það er kannski að halda sér við einmitt Sósu í farminum. Og þrátt fyrir að þetta var mjög góð tvífelling hérna í boði handunum. Já. Leikmaður alveg í klandri með ölduna eins og ég Seifur að spila þetta mjög vel á Cassante. Það á að vera frekar jöfn akrein. Þarna kemur risaskaði hérna yfir á leikmann sem að hoppa og skoppa í burtu og það eitt bekkur sem kominn til að ráðast á save núna í örugglega 10. skipti í kvöld. Fyrir hann að passa sig unstoppable, hann kemur fyrsta blóðið. Seifur hefði getað komast í burtu hérna með Leiftri. Ákvað að reyna að gera eitthvað. Já. Sjáum að Legions að reyna að halda þetta frá akrinni. Gerir bara rosa lítinn skada með kúinni sína en þá. Það aðalega þessir, já, Soldiers. Hermenn. Sandhermenn hans Legions, já. Núna Sósa mætt í runnan hérna og Addi ekki með Leiftri í boði. Nei. Legions ekki heldur en getur náttúrulega nota hermennina sína til að hoppa áfram. Últ í boði bráðlega fyrir Legions. Þannig kemur að hann kemur einmitt næstu því Shurima shuffleið sem varð úr engu og Legions tekur bara helmingin á lífinu. Já, Addi notar últi sitt þarna. Kisper Reyn búinn að koma sér í miðju akarina. Benz nálægt. Þeir eru að eyða mjög miklum tíma í þetta finnst mér. Meðan Sósa fær að halda áfram. Últ í boði fyrir save hérna, leikmann það virkilega passa sig. Gæti verið meira þess að dífa í boði. Seifur þarf að spila mjög vel ef hann ætlar að ná dífinni hér. Hann þarf að ná leikmanni undan turninum með últinu þá. Hann ekki með kú uppi. Virkilega að passa sig á því, leikmaður. Gæti verið ekki smá klandrið hérna. Það að lifa þetta af. Núna að fara að vera sem á bardagina. Kúbinstein og snákanir að mæta sína í drekapittinu og það náð drekanum. Báður hérna rótfestir hérna. Gæti verið að Sósa lifir þetta af en var mjög nálagt dauðanum. Já, drekanum komast út. Það einu sem þau þurfti að gera.
og eru held ég bara mjög sátti með það. Legions sér þannig Næra stoppa þetta. Þetta er alveg mjög leiður yfir þessu. hann er ekki alveg jafn góð vopn í sínum bakboka eins og Legions, en Sjálfska, hann frá Gistir Reyn hérna. Ég er alveg heilan helling. ja, Kistið Reyn og Cookie eru náttúrulega með mjög mikið skaða líka, og eins og Redside heitir meira að nýta svona smá pók bara inn á milli, en Cookie og Kistið Reyn, ef við ná að sitja allt sitt niður þá almennt er það meiri skaði. Mitt og svo er Addi getur verið smá klandri, hendi beinustu leið inn í sósu og er bara sprengdur. Bench hérna komin en er bara level 5. Þýðir að getur ekki gert mikið þarna. Þetta er það sem maður vill sjá Legions og Sosu gera, þeir spila svo gríðarlega vel saman. Ef að Legions getur haldið áfram að rétta Sosu einhverja hetjur. Við sjáum samt að level 6 á bæði Hoys og Redside heitir. Þetta er eins og ekki með mjög mikið mann í boði hérna, er að fara að kannski tekið niður hérna. Autoið fylgir henni sem nær að taka niður. Cookie núna í smá klandri þar sem næstum því einn minion rétt svona er ekki að klára Redside heitir þar sem Cookie og Gistir Reyn falla. Já, þetta var sko Cookie nær ultinu sínu hana, en notar það til að sleppa við ulti hjá Redside heitir. Lendir síðan bara í því að vera ekki með ulti fyrir bardagan og er ekki að ná að gera nógu mikið skaða þar sem að Gistir Reyn var heldur ekki í mjög góðri stöðu. Mjög vel spilað hjá Snákóðum til að koma sér ennþá lengra yfir og þeir eru komið 2000 gull upp á. Það var fljótt að gerast. Það var mjög jafnt mitt bara út leikinn á þessum 8 mínútum minna í byrjun og núna bara allt í einu. Coolbeans team í smá klandri. Þetta er líka mikið gull á akkurat þá sem þeir vilja vera með gullið á. Það er Asir og SRL. Sjá núna Coolbeans team byrja á möðkunum. Sosa er hvergi nálægt, þannig að þetta ætti að vera bara þríðmakkar fyrir Coolbeans team. En það gæti verið að Cookie sé vandræðum þar sem hann er ekki með ult og Sosa er að leita. Einmitt og Hoys er með ult til að láta þennan turn. Gistir Reyn gæti verið að lappa inn í gildru. Hoys nær honum. Rútið hérna til að láta Hoys fara aðeins í burtu. Gæti verið smá klandri. Sosa á leiðinni. Gistir Reyn ekki með neinn af samanspilunum. Addi kominn en er ekki að fara að gera nóg hérna. Gæti að verið samt nær að stoppa Legions hérna. Sem er að tifa en Gistir Reyn fellur að lokum. Og já, smá gull í vasan og Sosa. Sástu samt hvað Sosa gerði? Hvað gerði hann? Ég sá hann ekki. Hoppaði á vegginn. Ég sé bara góðu hlutin. Já, þú sé bara góðu hlutin. Jones hoppar hérna á Adda sem ætti að reyna að koma sér í burtu. Er að taka svolítið mikið skada hérna rútið. Eða stönni, já. Rótar hann Legions hérna. Hann er að koma sér í burtu. Leikmaður er dáinn. Seifur er lifandi. Vel spilaði og Seif, ná að komast hann undir turnin og taka niður Legions. Það voru aðeins og margir skósvinnar ennþá undir turninum, þannig að Addi fekk bara að lappa út án þess að taka eitt turnaskot. Bench. Bench. Þarna getur við smá klandri. Núna er þetta að berjast við Sosi hérna sem er að gera svo mikið skaða. Þarf þetta að lifta þær í burtu. Legions er hérna líka og það er fjarflutningur frá Seifi. Hann þarf virkilega að ná Bench hérna, annars er þetta að fara að vera mjög dýrt. Nær honum líklegast hérna og Bench þarf að ná á þess að Úlfa nær rétt svo ekki Úlfunum. Seifur nær sér í hana dráp. Já, skemmtilegt hvernig Seifur kemur hann að stelur smá gulli frá Legions í leiðinni miðja turninum. Spurning hvort að þeir sé að senda Legions topp. Nei, ákveður að flýta sig bara aftur mitt. Bara alls ekki að gera það. Hann fjarflýtur sig beinustu leið í miðuna. Og hann kemur Cookie orðin mjög lár. Þarf að passa sig hérna. Redside er ekki með mana samt. Já, en veit ekki hvar restin af liðinu er. Veit ekki af Sosu eða Hoys. Þannig að þarf að bakka út
Mjög mikið bánti núna komið eða markávinningina hjá snákurum sem Coolbeans team var mjög til í að fá. Já, 100 kallar. snákarnir komnir í mjög góða stöðu. Það ég held að þegar Redset heitir bakkar næst þá ætti hann að vera að fá sitt fyrsta vopn, komið fyrsta vopn á flesta í þeirra liði. Leikmaður rótar hérna í smá stund þar sem Seifur orðinn mjög sterkur samanburðið við hann og alveg bara gera lífið leitt fyrir leikmann. Já, þetta styrkurinn Cassante, hann gerir ótrúlega mikið skaða þrátt fyrir að vera algjör skriðdreki. Já, það einmitt bara eitt dráp komið hérna og það einmitt á Seif hérna í blábyrjun leiks. Já, Benz náði loksins að taka Seif niður án þess að tapa neinu, en Sjá skaðan hérna, Sosa Hóis taka alveg slatta hérna. Þýðir að drekabardaginn geti verið aðeins erfiðari. Addi með Ludus Echo sem að Við mun gera alveg helling í þessum barndum. Já, bæði náttúrulega hjálpar hann mjög mikið með skósveinuna en gerir líka mjög mikið svona fljótandi skaða í þessu bördum. Sjáum hérna Sosu spotta hann á þessu vorti hérna. Þau ætla að reyna kannski að fara á Redset heitir hérna, gæti verið smá dýrt. Redset heitir mjög öruggur með sig, að ná að pota á hratt niður. Einmitt. Nokkur kú í andlitið að þeim. Einmitt komið með Sheen og Munamanna, Maramun. Núna byrja drekan, en þetta gæti verið góður bardagi. Legions samt með stjórnina þarna. Addi, það erfitt fyrir hann að koma hér inn. Hóis reyndar í slæmu málum. Hann kemur últið nær, einmitt ekki neitt skaðinn á Benz. Þarna últað, Cookie ætlar að últa últið sem svolítið von. Kister Reyn að falla hérna á hliðarlínunni. Ekkert í boði fyrir Cookie eins og Addi bara undir turninu sinu. Þau þurfa virkilega bara að hörfa frá þessu. Já, Legion spilaði mjög vel hann á móti Addan að taka hann langt niður og það þýðir að þeir get ekki haldið þessum bardaga gangandi. Snákarnir fá drekan og Redset heitir spilaði þetta frábærlega. Mjög vont einmitt fyrir Coolbeans team hérna missa, einn af þeim deyr og drekinn farinn. Og við sjáum nú Seif bara hlaupa beinustu leiðin í skóginn, berjast við Bench. Verður ekkert úr því, hann ætlaði bara að segja hæ. Kannski heldur áfram að trufla hann, sjá hvort hann getur stólið einu reddi, en Rauða Buffi fellur. Kister Reyn gæti verið í vondri stöðu hérna, Legions í runnanum nálægt. Þannig kemur hann með einn Hermann. Hann samt ekki með úllið sitt, þannig að hann ekki að draga neitt til sín. Þetta stóra Cookie notar hérna skjöldin sem Redset heitir samt orðin svo sterkur hérna og það ekki að hitta kúi til að taka niður Cookie. Þetta það sem að góðir SRL-spilarar að vita, það að þegar þú byrjar að stakka upp þetta attack speed með ability-unum, þú þarft ekki að vera að spamma kúinu lengur. Auto-in að gera svo mikið skaða líka. Leikmaður komin á góðan staðina með þetta klips og byrjar að ná einhverju á móti Seifi hérna í toppakrinni. Hvort það verður eitthvað úr því veit ég ekki. Það últ í boði fyrir leikmann. Það bara hitta því. Kemur hérna unstoppable-ið á það samt. Og bara hendunum miður turnin þar að leiftra sér. Mér spila ég á Seifi sem að fara að leiftra hérna eftir. En núna í últinu sem þýðir hann ekki mjög tengi og leikmaður gæti náðunum hérna. Og það shut down. Á meðan í bardaginn í miðjun. Það sem allir að fara að vera sprengtur upp að Sosu. Hreinlega Kister Reyn ekki næst eftir það leiftur. Reyndar eitt með það að Sosa að spila K6. Þessi vopn orðin svo ódýr. Þeir byrjar að lækka verðin ennþá meira af þeim og leikmaður ákveður að gefast upp og þeir dansa saman. Já, ég meina af hverju bíða enn lengur að komast aftur í lane og bara gefst upp á staðinum. Það var alltaf að fara að detta niður hérna. Og þetta mjög skeri. Núna Benz hérna að berjast við einmitt Sosu sem þýðir að Sosa ætlar að sprengja hann upp, einmitt einu itemi yfir. Ja, þetta svo ódýr vopn eins og ég var að tala að þarft held ég bara
5.000 skull eða eitthvað og þá ertu komið með 2 vopn og meðan aðrir þurfa 6.000 pluss. Munar mjög miklu, sérstaklega að þú ert einhver 8.000 kall yfir hérna. Já, þetta er mjög þægileg staða aftur fyrir snákana. Núna er Sosa og Redside Hater sem eru líklegast með mesta gullið á sér. Sjáum það hér þegar Cookie Notar últið nálægt í að falla. Erfið staða fyrir Cookie hérna. Ég var svolítið að horfa til sem finnst Adda sem var að gera alveg helling af skaða þegar hann fær að einmitt hitta Q og E. Últi kemur hérna á save sem ég held að já, gott að hafa góða von en erfitt að elda hann með þetta últ. Vandamáli er náttúrulega bara að Addi byrjaði ágætlega, var í fínni stöðu en hefur síðan dottið svo mikið aftur úr í peningum að hann er ennþá bara einu vopni og meðan hitt liðið er að koma sér í 2 vopn á sama tíma. Einmitt, við sjáum líka eins og Redside Hater að fara að gera alveg hellinga skaða með Trinity Force og já, completed hérna mjög mana, eða ég man aldrei hvort í hvað allavega mana itemið, en það er Hói sem nær að taka niður Cookie hérna, smá skaði hérna frá Adda. En núna kemur liðið hjá snákunum hérna og ætla svo sannarlega bara að ná honum þar sem hann er rotaður og hendur í vegginn og er bara sprengtur af liðinu. Á meðan er Redside Hater sem hendur út Kui á leikmann. Bench núna næstur á lista hjá snákunum, Sosa kominn ón á hann. Sjá skaðan frá þessum Kha'Zix. Þetta er, já, lítur eiginlega ennþá verð út heldur en fyrsti leikurinn þar sem það er 14-2 í fellum. Voru allan og mjög jafnir í fellum hreinlega á þessum tíma í síðasta leik. En núna er allt að fara rétt fyrir snákana. Alveg klárlega mjög optimistik hérna, hann kemur einmitt bara í nota og það er að fara að vera Cookie sem nær smá gull tilbaka. Þetta var alveg bara ágætt. Já, þetta þú veist hversu mikið er þetta að fara að gera samt. Þeir þurfa allavega svona 4-5 svona í viðbót til að komast nálægt þeim í gulli. Bíddu bara sko. Það er nógu af peningi bóði hérna á hausunum hjá snákunum. Nú þurfa Cool Beans team bara að byrja að veiða. Þeir eru 10.000 kalli eftir á. 10.000 kall á 19. mínútu. Hljómar mjög illa fyrir mér. Cookie, já, Hvort hann lifir af nógu lengi. Já, fyrstu reyn er mætt. Það er hent Cookie inn í save hérna sem er að taka bara nákvæmlega 0 skaða og hann er svo sannarlega að bara sprengja upp þessa skipti hérna. Hann kemur flott Ezreal til að einmitt hjálpa save hérna í þessu barda. Við erum að sjá alla hjá Cool Beans team. Þeir ætla svo sannarlega að taka niður save í þetta skipti en það er náð alla í bard-últið og Seifur er að fara að vera tanki aftur. Hann últar hana og situr sig í frekar slæma stöðu myndi ég segja Seifur en Ezreal últið on point kemur alla leið. Sjáum líka Redside Hater konið 3 vopn. Cookie þrátt fyrir þetta shutdown er ekki komið með annað vopnið sitt og ég veist það er ekki eins og Redside Hater sé að fara eitthvað ódýra leið eins og Sosa. Addi gæti verið smá glandri hérna, leiftur í boði en er bara að fara að vera rotaður. Hann kemur þessu öllaltið sem hefði náð honum meðan hann hefði haldið áfram að hlaupa og Sosa er núna að fara að sprengja upp bench. Þetta er allt mjög fljótt að gerast núna og já, þú veist getum svona næstum því fara að tala hvað þeir eru búin að vera að gera vitlaust í þessum leik og hvað hefði getað farið betur. Lítius að leita að Cookie. Núna er Cookie í loft, fær einmitt svona 2 sekundur að berjast við hann. Hann var upp í loftinu meiri hlutan af þessum bardaga. Þetta er mjög erfið staða fyrir Cool Beans team. Þetta er byrjað að minna mig á einmitt Fenrir Whiskey Lake 1 í seinustu viku. Og erum við að sjá bara meiri hlutan, það er erfitt fyrir einmitt þá að komast inn tilbaka. Sosa hoppar hérna yfir, allar hérna leikmaður að leita að einhverju en sýnist hann lifa þetta af.
En það einmitt heimastöðin hjá þeim sem hægt og rólega að falla. Ég vissi ekki að snákar borðuðu baunir en við erum svo sannarlega að sjá það hérna í kvöld. Það sem liðið þeirra bara að falla í sundur. Já. Kúki næstur hérna. 21 móti 3. Heldur það sé ekki bara af því að þeir eru dansandi eða snákarnir halda að þetta sé eitthvað Hann annað. kemur útið, Seifur getur verið klandri hérna. Leikmaður kominn inn, ætlar að ná niður Hóis. Hann er að fara að bjarga liðinu hérna. Þar sem hann allur að detta niður. Þeir ná meira sem taka niður Redside heitir hérna. Sósa samt ennþá á lífi. Og Legions að hamra á efri turnin hérna. Já, þeir eru, ég held að þessi byrjar að leika sér pínu að þessu. Snákarnir elska að leika sér með matinn og eru búnir að koma sér í það góða stöðu að þrátt fyrir 1-1 fall eins og við sáum áðan að þetta er mjög erfitt fyrir CPT. Ég einhvern veginn bara get ekki séð leið aftur inn í þennan leik. Ég sá það frekar áðan þar sem var minni munur á þessum tíma en ég ekki nema að ná að stela Baron án þess að einhver falli hjá þeim með eitthvað svoleiðis. Það er svona eina sem ég sé að geta svona lengt leikinn einhvern veginn. Einmitt. Og lengjana leik. Hann mun gera svolítið liðið hjá bara snákurum enn og enn sterkara. En núna einmitt smákaka að fara að vera kjömsuð. Cookie samt að halda sér mjög á lífi hérna. Kistir reyn hérna að hjálpa leikmennum að reyna að taka niður Hóis. Seifur og Hóis eru bara einir hérna í botn Akranesi því þeir hljóta að falla niður á endanum hérna. Leikmaður að fiska eftir einhverju en það að fara að vera Redside heitir og Sósa komin hérna í baklínuna á meðan leikmaður ekki að fara að ná að taka niður Seif áður en Legions mætir að svæði þessi því þetta er tvítbelling fyrir Seif og restina af liðinu að falla hérna á móti Sósu og Redside heitir sem þýðir að þetta að fara að vera leikur. Nema þeir alltaf hafa þetta mjög anti-climatic og draga þetta út. Já, ég held að ég sé nú bara að bíða eftir að fá Cookie aftur. Það vilja fá smá bragð af smákökunni áður en að klára leikinn. Reyna að hækka KD-ið sitt og svona. Tekin og étin saga leiksins þar sem þetta Cookie að detta niður Hann fekk 1000 gull fyrir að ná K6 hana. Já, svo það mjög flott. Það ekki búið bench hérna, liftar sér inn í turnin. Allir mjög, já. Já, í guðunum bæðum endið bara þennan leik. Þetta löngu búið. Snákarnir tóku þetta mjög örugglega og þeir þurfa bara að íta einu sinni á hann. Kristall, þar fer það loksins. Snákarnir taka þetta 2-0. Sko, ég spáði 2-0 en ég var ekki að búast til svona hörku 2-0. Einmitt, og lókiki mín féll bara í sundur í fyrsta leik þar sem þetta var miklu meiri munur á spilagetu hérna heldur en maður átti von á. Sko, kemur mann bara mjög að óvart hvað mikill munur á spilagetunni hjá þessum spilum. Cool Beans team búin að vera núna topp 4 lið hjá okkur, bæði í haust og núna í vor. Við erum búin að spila bara mjög vel. Jú, töpuðu á móti Jötun í riðlakeppninni en fenguðu síðan aftur í bara brackets og tókuðu á þar. Fram og tilbaka einhvern veginn hefur það verið að fara hjá þeim en lítur alltaf freka vel út og síðan koma þér á móti snákonum og þetta lítur út fyrir að vera bara challenger á móti Emerald players eða eitthvað. Þetta bara erfitt að sjá einmitt að það var svo mikil svona eins og maður segir kyrking á þeim. Þetta var bara þú gast ekki séð af hverju þeir voru uppi svona mikið í gulli. Það var einmitt bara farmurinn sem var út allt og svo plates og svo list. Það var bara alltaf að fara í vasan hjá þeim snákonum og þessi leikur 2 var bara enn miklu meiri sigur fyrir snákana heldur en leikur 1. Algjörlega. Ég ætla að gefa Redside heitir MVP í leik nr. 2. Einmitt. Mér langar samt að gefa Sósu MVP fyrir viðregnina. Það sem að hann spilaði mjög flotta K6 leik á það algjörlega skilið. Bara mjög fattig. Allan að það sem að mitt mat bara pæling hvort að þú sett ekki bara samlað því. Ég bara mjög samlað því. Ég var að mynda að sjá mjög vel spilaðan leik hjá Redside heitir.
þessi Ersjál var bara mjög fallegur, þessi últ voru alltaf einhvern veginn að hitta. Svo MVP leik 2 og þá Sosa fyrir viðregnina. Já, algjörlega, hann átti frábæra Morgana-leik og síðan annan frábæran K6-leik sem að mér fannst hann ekki, hann byrjaði einhvern veginn ekki að stýra leiknum jafn mikið á þessum K6 eins og hann var að gera á Morgunu. Maður sá að þessi botnakrein hjá snákonum var að hjálpa honum mun meira, fannst manni í þessum leik, en stóð sér frábærlega og bara á þetta algjörlega skilið. Verður gaman að sjá hvort það komi fleiri svona skemmtileg picks hjá honum þegar við mætum aftur í stúdíóið einhvern tíðan í næstu viku. Einmitt, það er spennandi að sjá hvernig næsta viðregn fer í næstu viku, það sem er að fara að vera Snákanir Fenrir. Takk kærlega fyrir í kvöld. Býttu hann að skipta akrein? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskunum leiði sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur.